hafi verið árið 2010 sem að birtist frétt þar sem sagði að fundi sterkasta efni náttúrunnar og það átti að vera í Konguló eða á maður að segja Könguló. Ég hugsa að Íslendingar skiptist í tvö horn með það hvort ég segja Könguló eða Konguló. En allavega þá rak ég augun í það að það var Íslendingur sem að var annar tveggja sem að hafiði fundið þetta efni í einhverju magnari Konguló og þegar ég rak augun í þetta þá hugsaði ég með mér það var nú gaman að fá að vita hvernig þessu máli hefði reitt af öllum þessum árum síðar og hann kominn hingað Íslendingur sem ræðir að rauðaborðinu Ingi Agnarsson. Vertu velkominn. Já, takk fyrir. Þú ert doktor í líffræði. Já, í dýrafræði. Í dýrafræði, já. Og þessi saga sem ég minntist á hérna í inngangnum, þetta svaka sterka efni sem að þú og félagiðin funduð þarna fyrir öllum þessum árum. Þetta bara í einni tegund af könguló eða? Já, könguló og silki hefur lengi verið þekkt fyrir að vera rosalega sterkt efni. Já. Og það svona gegnum gangandi. En við fundum svona afbrigði af silkinu sem svona tvöfalt betra, sterkara heldur en öll önnur. Og við tengdum það við, þetta könguló sem að býr til vefina sína yfir ár og stöðuvatn. Já. Þú veist, þetta svona, þú veist, 30 metra langi vefir, Já. Og þetta tengist eitthvað svona stærðinni af vefjunum sem að gera, hversu sterkt efni þarf að vera. Þannig að þessi ákveðna tegund hefur svona tvöfalt sterkara silki heldur en flestar aðrar. Já. En svo það eru aðrar tegundur hérna í Madagaskar sem eru skyldar, sem eru líka svolítið svona með gott silki líka, Já, þið funduð hann í Madagaskar. Já. Þetta mikið útbreitt köngulóartegund eða? Já, hún eingöngu í Madagaskar, en hún á nokkrum svæðum í Madagaskar, þannig að það ekki erfitt að finna hana, en ótrúlega satt að þetta stór könguló og risastór vefir, að þá var ekki búið að lýsa þessari tegund, þú veist, árið 2008 þegar við fórum hana fyrst, og það bara merkilegt að það sé að uppgöta svona í náttúru, svona risastór kvikindi, sem að enginn hefur lýst að það, Þetta magnað, Og okkur grunaði svona, þú veist, að þetta silki væri sérstætt því að við svona vorum búin að spá fyrir að sterkasta silki væri í stærstu vefjunum sem að svona þurfa að halda mestu uppi, Já. Og hefur þetta verið svona þín legacy að fylgja eftir þessum fundi? Já, svona einhverjum hluta, Ég var svona, á tímabili var ég í þessum svona stúdíum, þetta kallað Silk Biomechanics, en það svona bara hlíðarangi af því sem ég geri, þannig að ég var þarna tímabili dálítið mikið í þessu og síðan hef ég verið að vinna svolítið með þessa tegund, ég kem alltaf að þegar að fólk að vinna með þessa tegund, hugmyndin kviknaði strax, að þetta efni sem þú veist, sterkar en stál og Þetta dregur í sig meiri orku en að brotnar heldur en kevlar sem við notum í skoteldvesti, Þetta svona, og þetta verður til bara svona í stofuhita án einhverja eiturefna og það þarf ekki, þú veist, þetta nú frábært efni sem búið til bara svona eðlilegar aðstæður, Þannig að, núna, hvernig getum við framleitt þetta efni? Já. Það alls konar möguleikar að nýta þetta í læknisfræði og bara í byggingareiðinni öllu, En Hvað með bara hergagna? Já, herin með labba að stúdera, þessa könguló meðal annars. Það eru nokkrar rannsóknarstofur í heiminum sem skoða þetta, Þannig að þú veist, þá spurningin, hvernig getum við safnað þessu efni eða búið til þetta efni til þess að nýta þetta? Já. Og þú veist náttúrulega að við búum til silki klæðnað. Þú ert nú ekki í silki skyrtu í dag, en það búið til úr fiðrildarlifrið og hún bara býr til svo mikið silki. Það er hægt að safna nógu mikið að því til að gera eitthvað við það. En köngulóin, þú veist, hver könguló, hún býr bara til örlítið af þessu efni. Þannig að til þess að búa til bara eina silkiskyrtu þá þyrftiru 1000 könguló. Það ekki praktískt.
Þannig að þá eru eiginlega tvær leiðir, sko, annarkvort að greina uppskriftina, hver sem sagt prótín uppskriftina af þessu efni og búa til þannig, eða skoða efnið bara strúktúralt, hvernig uppbyggingin á þessu efni, getum við hermt eftir hvernig þetta sett saman, veist. Því að þetta mjög óvanlega, sko, ef þú hugsar manngerð efni eins og stál, veist, það rosalega sterkt, það teygist ekki neitt. Nei. Og svo erum við kannski gúmmí, sem svona ekki mjög sterkt en það teygist. Það ekkert efni sem maðurinn býr til sem að sameinar rosa sterkt og rosalega teygjanlegt. En þetta efni þannig. Og getum við sko hort á þetta og hvernig uppbygging til að búa til svona efni með bæði sterkt og teygjanlegt í einu. Þannig að þetta þessar tvær leiðir og ég búin að vera svona á þeirri leið að sem sagt greina uppskriftina af efninu. Það að segja erfðafræðilega uppskrift. Hvernig eru genin sem að búa til þetta prótín? Hver prótínsamsetningin á efninu? Og hver sú saga í stuttumáli? Já, við erum sem sagt núna bara nýlega búin að svona eiginlega klára það verkefni að því leiti að við erum með sko hver könguló býr til nokkra gerðari silki og þessi könguló, ákveðna könguló með kannski svona 30 mismunandi silki gen, það er að segja 30 mismunandi uppskriftir af silki og allar hafa mismunandi eiginleika. En við erum búin að reyna greina það allt saman, þannig að við erum uppskriftina. Þetta er bara, þú veist, prótínsekvensin sem að býr til þetta silki. Ok, þannig að núna getur einhver í labba búið til þessa blöndu í réttu hlutfalli. Og svo er þetta að nota aðferð sem heitir electrospinning eða rafspuni. Það sem þú tekur þennan vökva sem þessi prótínblanda og býr til þráð. En vandamálið er að sá þráður ekki nálægt eins góður og það sem kemur út í köngulónni. Þannig að það er eitthvað svona einhver leyndarmál sko sem hún á eftir að sýna, sko. Það er eitthvað við það hvernig hún fer að því að spinna og svo er þetta miklu flóknar en þú veist, þetta er ekki bara eitthvað eitt gen er kannski aðal uppskriftin, svo fara alls konar svona einhverju lítil prótín inn í þetta og á einhvern hátt sem að þú veist, við kunnum ekki ennþá. Þó við séum með megin uppskriftina þá vantar, þú veist, salt og pipar eitthvað, sko. Þannig að það er svona þar sem að ég verið að vinna í þessu en svo er fullt að, eins og ég segir, rannsóknarstofum sem eru svona sérhæfðar í þessu sem eru ennþá að vinna í þessu og við stundum svona vinnum eins með þeim sem svona ráðgjöf, sko. Það var einmitt haft samband við mig bara fyrir einhverjum 2 árum, það var herinn í Bandaríkjunum, sko, sem að rannsóknarstofa þeirra sem að stúdera silki, sko, sem að hafði áhuga einhverju samstarfi. Þannig að En kom ekkert út úr því, eða? Ég fylgdi ekki alveg eftir. Leist þér kannski ekkert á samstarfsaðila? Ég veist ekki á þessum tímapunkti, sko. Sem vísindamaður, þá er svona, jú, ég er vísindari að því áhuga, en þetta er ekki alveg tíminn, fannst mér, sko. Nei. Eins og staðan núna, sko. Kannski undir öðrum forseta? Já. Og þeir eru náttúrulega með vísindamenn sem að innilega hafa áhuga á vísindum, sko. En peningurinn frá þessum aðilega er ekkert rosalega freistandi akkurat núna. Þetta er áhugavert. Sko, það náttúrulega okkar hlustendur og áhorfendur vita það sannlega ekki að þú hefur svona mest allan þinn rannsóknarferil alið mannin í Bandaríkjunum, ekki satt? Jú. Ég fór út sko 98 í doktorsnám sem átti að vera 5 ára að feril, sko, en svo ílengdist. Ég var það í heildina í 25 ár. Kom bara heim núna 22, sko. Já, þannig að þú hefur, hvað getur maður sagt, verið með resource, þú verið með bjargir til þess að standa framalega í rannsóknum og þú lifaði í góðu umhverfið þarna fyrir vestan, ekki satt? Já, náttúrulega vísindalega umhverfið að mörgu leyti er mjög gott í Bandaríkjunum. Og ef maður vill vera í fremstu röð á sínu sviði, þá er það einn af stöðunum til þess að gera það. Já, en nú ertu komin hingað í HÍ. Já, Háskóla Íslands, já. Og sko, þessi áhuginn á dýrafræðinni og núna ertu sem sagt
Já, þeir hlýtur að líka vel við köngulær, skildi maður ætla, þú ert ekki hræddur við köngulær, þetta eru vinir þínir, ekki satt. En sko, beygði sá krókur snemma? Ekkert endilega, sko, ég var alltaf, sko, bara frá 5 ára aldri, þá kom ekkert annað til greina en líffræði, það var bara innbyggt. Pabbi var líffræðingur af en það var svo sem ekki það, sko, það leikur í ættinni, en ég bara einhvern veginn vissi þetta, en ég hafði aldrei sérstakana áhuga á köngulóm og mér var ekkert sérstaklega vel við þær, sko. Nei. Það bara var svona einhver tilviljun, ég fór að vinna á náttúrufræðistofnun 92 og fékk í hendurnar eitthvað verkefni sem tengdist köngulóm og þá svona byrjaði maður að hafa einhvern áhuga og svo fór ég í doktorsnám og það vildi svo til að þar voru köngular umfjöllunarefni, sko. Já. Þú veist, ég hrifinn af köngulóm, en það það annað í náttúrunni sem þú veist, ég svona horfi frekar til þegar ég að ferða, sko. Ég horfi kannski frekar á fugla eða eitthvað svoleiðis, sko. Já. Þannig að þetta svona. Hvað hún stór, þessi tiltekna könguló? Þessi könguló, hún heitir Darwin's Bark Spider, sem við nefndum. Hún svona 2-3 centimetrar svona bólurinn, sem svona frekar stórt, hún svolítið feit. Já. En þannig hún svona frekar kannski þung með könguló, hún ekki svona ein af þeim stærstu. En svona bara stór könguló en gerir þennan ótrúlega stóra vef sem líkist ekki neinu öðru sem köngular gera, sko. Það enga köngular sem búa til vefinu svona yfir, sko, ár og vötn. Þetta bara unheard of, sko. Og bara eina fyrstu spurningu sem maður hefur þegar maður sér, þú veist, maður sér einhverja risastóra á og þetta bara vefur yfir með hvernig ætlar að smíða þetta, þú veist. Þú ert að komast fram og tilbaka einhvern veginn. Já. Þetta eina af köngulónum sem hefur náð þessu svona afreki að búa til vef yfir stóran vatnsflöt, sko. Já, ég var einu svona skotin í stelpu þegar ég var svona þegar ég var svona 8 ára og ég læriði það að snemma að ef ég þóttist rosalega hræddur við köngulær þá kom þessi stelpa, hún var aðeins eldri en ég og huggaði mig. Já. Þannig að ég þóttist vera rosalega hræddur við köngulær og alltaf kom stelpan og huggaði mig. 40 árum á seint því mér læri þetta maður. Skotast. En það eru örugglega ekkert margir sem deila þessu. En ég man að það var svona annað hvert barn í sveitinni, í Mývatnssveitinni. Það var með svona einhvern viðbjóð gagnvart köngulónum, sko. Svo eftir því sem maður hefur orðið eldri og eldri þá svona breytist þetta viðhorf, svo ég tala fyrir mig og maður náttúrulega hugfanginn stundum að fylgjast með þeim bara upp á Íslandi. Já. Bæði hvað eru iðnar með vefinn, hvað veiða í vefinn, hvað eru fljótar einhvern veginn að gera sér mat úr því og hvernig. Sko, eru köngulær svona í grunninn mjög nytsamar skepnur fyrir lífríkið eða hvernig? Já, þegar fyrsta mývetningar eru greinilega mjög hraustir, sko. Ég held að almennt séð þetta svona 90% af fólki sem skítrætt við köngulær, sko. Já, ok. Fóbía. Það bara þannig. Það svo mikið, sko. Og ertu þá að tala um heimsvísu? Heimsvísu. Já, það áhugavert. Alls staðar og ekkert síður í hitabeltinu, sko. Nú, ok. Þannig að það 50% bara mjög gott hjá okkur mývetningar, sko. En sko, já, ég meina, þú veist, þetta er sko, köngulær eru ótrúlega að því að leyti, sko, að þessi arkitektur sem að vefurinn það mjög flókið og fallegt virki og það skríðu út ekki og bara fullkominn vefur, first try. Þú veist, þetta eitthvað bara algjörlega byggt inn. Já. Og þær eru náttúrulega, sko, hafa þróast til þess að búa til vefi sem eru, þú veist, í ákveðni stærð og ákveðni gerð til að veiða og þú veist, tala að vera svona þrifinn eða hvað það heitir, að þá notaði náttúrulega, þú veist, eru svona frekar sparsamara efni, jú, en svo, þú veist, byggjaði vef og svo takaði vefið niður að morgni og borða allt silkið og endur nýta silkið. Svo eru þeir að spinna sama silkinu, sko, í næsta vef. Já. Þannig að þú veist, það eru rosalega góðar í endurnýtingu og endurnýtingin einhvers staðar 90 og eitthvað %, sko. Miklu betur heldur við getum endurnýtt okkur, sko. Þannig að þær eru mjög góðar í þessu
og að endurnýta sitt byggingarefni. Já. Og þess vegna geta sett frá sér alveg rosalega mikið silki með við stærð. Já. Og eru þar að losa okkur hérna á Íslandi til dæmis við leiðindaverur sem annars væri að íþyngja okkur? Já, þetta eru náttúrulega öflugustu afræningar á skordýr allstaðar í heiminum. Þetta er stærsti hópur sem sagt afræningja í heiminum og aðalega borða sem sagt flugur og þetta eru sem sagt þær halda niður náttúrulega stofnstærðum hjá moskítóum og mýflugum og svo framvegis. Þannig að inn á heimili, þú veist, það var náttúrulega miklu betur að hafa köngulá heldur en einhverjar helvítis flugur, sko, og aðra bötur. Þú minntist á moskítófluguna. Já. Sem að hreiðra sig hér. Það virðist þér það er bara að finna hann allavega, í Mosó. Í Mosó. Já. Þannig að sko, köngulóin gæti orðið okkar vopn að einhver leiti gegn moskítóflugunni ef hún haslar sér völl hér. Já, ég meina það eru þetta er svona natural biological control, sko, en auðvitað, þú veist, við erum alltaf með mjög mikið af mýflugum og lúsmýn á miklu breiðslu. Þetta er náttúrulega einhver svona samspil þar sem að okkur finnst kannski alltaf mikið að því þó svo að kóngulóin séu að gera þitt, sko. En það veit enginn hvort að moskítóan er komin til að vera ennþá, en hún kemur örugglega, það er náttúrulega hlýnandi loftslag. Já. En nú var hún til dæmis hún hefur verið lengi á Grænlandi áður en hún kemur hingað. Kanntu skýringu á því? Loftslagið er bara allt öðru sig á Grænlandi. Þannig í Suður Grænlandi þá er miklu hlýrra á sömurinn til dæmis heldur en hér. Ég skil. Og hérna, við erum með svona algjört svona eyja loftslag meðan að sunnanvert Grænlandi er með svona kontinental loftslag. Það er einhver munur þarna á það sem að hérna, moskítónar hafa lifa góðu lífi þar mjög lengi, sko. Já. En sko getur líka verið að þessi ótti að köngulóin hún verpi eggi í húðina á okkur og á meðan við sofum og svo nokkrum dögum eða vikum seinna þá bara opnist þetta sár og köngulær skríði út húðina á manni. Þetta er nú svona atriði í hryllingsmyndum. Er þetta raunveruleiki líka? Nei, þetta er alls ekki raunveruleiki. Þetta getur ekki gerst? Getur ekki gerst. Nei. Og svona, maður hefur séð þetta einhver hryllingsmynd, það er rétt hjá þér, sko. En hérna, ég spyr alltaf mína nemendur í fyrsta tími námskeiði, þú veist, hverjir eru hræddir við kóngulær og af hverju. Og ég fæ aldrei svona, það er aldrei svona neitt þema í svörunum, það er bara alls konar. Þú veist, það er svo margar lappir og þær eru svo snöggar og þær eru loðnar og þær eru alltaf átta, það ekki? Er ekki allar köngulær áttafætur? Já. Þær eru alltaf einhvern veginn ready og hérna, það lítið út eins og aliens, þú veist, en það er ekkert svona gegn og gangað eitt svar. Og það er ótrúlegt að, þú veist, maður skyldi halda, þær hræddu við þær af því þær eru eitrar, það make sense. Það er mjög sjaldan svarið, sko. Já. Þú veist. Hve margar þeirra eru eitraðar? Allar. Sem sagt að því leita þær veiða skordýr og þær drepa skordýr með eitri. Já. En hérna þær eru náttúrulega, þetta eitur hefur þróast til að drepa skordýr, ekki hryggdýr. En þessi tarantúla þarna sem að James Bond notaði mikið í 2 eða 3 myndum. Já. Sko hún getur drepið mann. Ég man nú ekki eftir hérna þeirri tarantúlu en er það ekki? Það eru svona stór, sko? Já. Margar af þessum stóru tarantúlum eru söðmennislegar. En það eru nokkrar svona, það eru svona 20 tegundir kannski á heimsvísu sem að geta bitið og eitrað á þann hátt að það er einhver hætta. En ekki dauði? Fyrir mann? Það er kannski 2-3 tegundir sem að geta drepið fullorðinn mann sem er ekkert að. Já. Og hérna flestar af þessum eru í Ástralíu eins og allt mjög eitrað, sko. Já. En það er ein svona, ég veit ekki hvort þú myndir kalla það tarantúla sem að hérna er í Suður-Ameríku. Já. Sem að hérna heitir Fónútria og er kannski með sterkasta eitrið. Og það verða einhver dauðsföll held ég svona á hverju ári. Já. Allir í Suður- og Mið-Ameríku. En kannski svo sem er svona talin vera hættulegust heitir Sydney Funnel Web Spider sem er tarantúla. Býr náttúrulega í Ástralíu, Sydney. En þar er bara til móteitur og þar hefur engin látist vegna þess eiturs í einhver áratíð, sko. Já, móteitur, já. Svo er náttúrulega þessi, þú veist, svarta ekkjan og eitthvað svona, en þetta eru bara
það svo sjaldgæft að fólk sé bitið og yfirleitt þetta ekki nóg mikið eitur til að gera neitt, sko. Nei. Þannig að þær eru sauðmeinleysar langflestar, sko. Og ég inni, sko, höndla þetta bara með að grípa kóngulana. Og ég hef alltaf státað mig á því, sko, ég búin að vera í þessu 30 ár. Ég hef aldrei verið bitin af kóngulá. Þú var aldrei verið bitin? Fyrr en ég var að halda þessu fyrir framan nemendur mínur í Madagaskar og var að grípa kóngulá. Og þá var ég bitin í viðskipti. Var það? Fyrir nokkrum árum, eða? Já, bara fyrir 2 árum. Fyrir 2 árum? Það var svolítið vandræðalegt. Og fannstu vel fyrir því? Já, ég er náttúrulega svo mikil, sko, þú veist, þetta var bara óþægilegt. Ég kom bara með Er þetta eins og mýbit, eða? Já, þetta er svona frekar eins og, sko, kannski hunangsfluga, svoleiðis, sko. Já, hunangsfluga. Já, þetta er svona stunga, sko, eða þú veist, það er náttúrulega bíta, ekki stinga, en þetta var svona stunga. Og ég hef aldrei verið bitin. Þannig ég hef einu sinni verið bitin af kóngulá. En miðað við það sem ég hef höndlað þá, þú veist. Kennir mann að dramb falli næst. Já, maður er aldrei að vera yfirlýsingaglaður. En sko, ég las líka í einhverju gömlu viðtali við þig að þú hefur lent í kónguló að regni. Já. Og þú veist, það bara rignir yfir þig, þú ert að leita kóngulóm einhvers staðar í frumskóginum miðanótt og það bara rignir yfir þig þessum dýrum. Já. Er það ekkert ógeðslegt? Nei, ég meina, mér finnst það ekki. Einhverjum tímapunkti kannski hefði maður, þú veist, þetta hefur gerst svona í tvennu samhengi. Þegar maður er að safna kóngulóm og það er ein mjög góð aðferð til þess að safna kóngulóm, er að maður er með svona eins konar flugdreka, þetta er svona sheet, hvítt svona tjald sem maður heldur uppi og svo er maður með eitthvað stórt prik og maður er bara að lemja trén fyrir ofan. Og eins og þú segir, svo rignir þessu niður og mikið af þessu bara á þar sem maður eiga að lenda, en svo lendar alltaf ekki á manni. Og þetta er bara mjög góð aðferð, maður lemur og svo sér maður hvað kemur og safnar því. Og nei, maður karlar aldrei að mig þannig, sko, að þetta sé eitthvað sérstaklega ógeðslegt. Ég heyri hvernig það hljómar, sko, en hitt er svona kannski dálítið svona athyglisvert, sko, ég stúdera mikið félagskóngular. Það eru kóngular sem að vinna saman og þær geta veðið 1000 saman að búa til einn vef og sá vefur getur orðið, þú veist, margir metrar. Vinna saman svona eins og maurar? Já. Nema þær eru ekki með stéttaskiptingu, sko, þær eru allar eins, en þetta er svona samvinnu kóngular. Og þær hafa svona varnarmekanisma, þannig að ef þú kemur að svona stórum vef, svona risastórum vef eins og rauðaborði, þú sér kannski ekki kóngularnar, en ef þú svona krafsar í búrið, sko, og opnar, að þá verjast þær afræningjum saman, þannig að þær koma hlaupandi og stökkva út úr búinu á þann sem er að opna það, sko. Þannig að sú regning er svona svolítið svona meira svona, þú veist, hún er ætluð þér, sko. Það er svona svolítið meira svona en maður náttúrulega bara, þetta er bara vinnan, sko, svona safnum maður kóngulóm og þetta bara. Já, sko, það segir í ferðabók Eggerts og Bjarna sem heimsækja Mývatnssveit að þar eru þeir með sagnir af, sko, fólki og dýrum sem reynilega bara kafna af flugu, sko, og fylla öll vit og mér líður vel í svörtu skýi á Rykmi. Það truflar mikið neitt. Á meðan engin utanaðkomandi gæti verið þar, sko. Sem segir manni að þetta náttúrulega snýst svo mikið um bara hverju þú venst. Já. Hvaða aðstæður. Mér finnst óþægilegt að vera á Mývatni eða öðrum stöðum þar sem er rosalega mikið af mýflugu. Þú veist, þetta pirrar mig alveg rosalega. Mér finnst það ekki ógeðslegt, en þetta er svona pirrandi. Þetta er pirrandi. Þú veist, ég var erfitt með að halda kjöru fyrir, sko. Já, einmitt. En þér liði vel? Já, mér líður ekki illa. Nei. Ég get ekki sagt að ég njóti þess ástand sérstaklega. En það skiptir mig einhver máli. Nei. Og svo er þetta líka, sko, þannig að ef maður sýnir flugun ekki að hún pirri mann, þá er hún ólíklegri til þess að pirra mann. Já, þú er komin í flugusálfræði Ætli það ekki. En það sem þú sagðir áðan, sko, þú ert búin að nota þetta orð 2 eða 3, afræningi. Já. Hvað er það aftur, segirðu?
Já, bara rándýr, sem sagt. Ljón eru afræningjar. Já. Þú veist, kóngulær eru afræningjar, það er að segja að þær drepa önnur dýr til þess að lifa, borða. Já. Það er sem sagt afræningjar þeir sem að nýta sér önnur dýr til matar. Einmitt. Þannig að allir kóngulær, þær borða ekki grænmeti ávexti, þær borða bara önnur dýr. Einmitt. Og það er sem sagt, það eru til eitthvað 55.000 tegundir, núna þekktar kóngulær. Já. Og það eru hver ein og einasta sem sagt lifir á því að drepa önnur dýr og borða afræningjar. Og þegar þú segir að það séu þekktar 55.000, er þá líklegt að það séu raun miklu fleiri? Já, við einhverju grein fyrir svona 10 árum, þá spáðum við fyrir að væru svona 150.000 kannski heildina. Þannig að við þekkjum kannski þriðjung af þeim tegundir sem til eru. Þá langar mig einmitt núna í seinni hluta viðtalsins, Ingi, að fara með þér til Madagaskar. Já. Þú ert að fara eftir 2 daga, er það ekki? Jú, bara 5. daginn. Já, 5. daginn í hvað, 5. eða 7. ferðina þína, Já. bara til Madagaskar. Já. Og þú ert með nemendahóp í þetta skiptið og hefur áður farið með nemendur. Eru það krakkar sem eru að læra líffræði hér við HÍ eða er þetta svona hnattvísu? Já, þetta eru sem sagt líffræðinemar sem eru öðru og 3. ári í líffræðinni og ég fór í fyrst skipti með nema 24. Já. Og núna stendur til að gera þetta annað hvert ár. Já. Og þetta eru sem sagt líffræðinemar sem eru svona nálgast það að útskrifast. Já. Og svo förum við með, þetta voru 25 held ég í fyrst skipti, núna er þetta 35 mann, 35 krakkar. Já. Og við förum sem sagt til Madagaskar og í Madagaskar þá bjóðum við nemendum frá háskólanum í Antananarivo á höfuðborginni. Já. Þannig að það koma 7 nemendur þaðan og bætast í hópinn. Já. Þannig að þetta er svona alþjóðlegur hópur þannig. Já. Og svo förum við svona vítt og breitt til Madagaskar að skoða ýmislegt og svo erum við eina viku í regnskóginum og stundur rannsóknir. Þá eru sem sagt íslensku nemendur að rannsaka með nemendur frá Madagaskar. Og eru rannsóknirnar sko náðar lengra enn sem samsvarar köngulóni? Já, sko, nemendum er frjálst að búa til sitt rannsóknarverkefni. Já. Þannig að það er algjörlega opið. Já. En ég legg til svona nokkra góðar hugmyndir og það vil svo til að það eru allar köngulær. Þannig að það eru svona kannski helmingur annað nemendur sem hefur valið sér verkefni sem að svona ég hannaði einhver leyti. Það kannski sumir hafa áhuga á köngulum, það er líka, þau vita það að þessi verkefni eru svona dálítið garanterað til að ganga upp. Já. Og það er sennilegt að birta greinar sko úr þeim. Já. En ef þeir hanna sitt verkefni þá get ég minna lagt þeim lið því að þekkja minna og það er ekki eins garanterað að ganga upp. Þannig að það eru svona kannski, eins og ég segi, þetta eru svona kannski helmingur sem eru að fara að stúdera köngulær og svo eru hópur að fara að skoða fugla og svo er annar hópur að fara að skoða froskdýr og ætla að vera með upptökutæki til að hlusta á hljóðin sem þau gera og svo framvegis. Þannig að það eru ýmisleg verkefni sko, en dálítið köngulær verkefni. Já. Getum við nefnt með dæmi hugmyndaverkefni sem varðar einn nemandið þinn er að fara þarna út til Madagaskar. Getur við nefnt með eitt dæmi, eitt vísinda rannsóknar dæmi? Já, ef ég má tala köngulær meira, já, þá endilega, til þess ertu hérna. Þá er ég mikið núna að stúdera gerð af köngulær sem eru kallað stelsjúkar köngulær. Já. Það er kleptoparasitic, þú veist hvernig kleptomania er svona stelsíki, sko. Já. Það eru litlar köngulær sem áður byggðu sína eigin vefi en hafa núna hætt að byggja vef og í staðinn að þá fara þeir inn í vef miklu stærri köngulá og nýta þann vef til þess að fanga bráð. Þannig að þær eru að stela af svona miklu stærri köngulá. Það er að stytta sér leið. Stytta sér leið, sko. Og Er þetta einhvers konar úrkynjun? Nei, þetta er háþróa, maður. Þetta er háþróa. Er þetta það sem við ættum, er þetta það sem líf okkar miðast alltaf við, að einfalda okkur lífsbröstur? Já, þetta er náttúrulega náttúrulegt val, náttúrulega er bara, þú veist, hvernig nærðu að einfaldast hann hátt að fá þínar kaloríur og eignast afkvæmi. Og þessar köngulær sem sagt, það er risastór köngulá sem býr til risastóran vef og sú köngulá hefur kannski áhuga á bráði ákveðni stærð
en vefurinn að veiða alls konar og fullt af miklu minnadóti sem að hún hefur engan áhuga á. Þessar kóngulær koma þarna og stela því. Og svo þær að gera alls konar, þær fara líka og borða kannski með stóru kóngulunni þegar hún að borða, sko, nýta sér meltingarenziminn hennar. Þær geta stólið svona bráð sem að hún búin að, þú veist, eitra og spýta sínu meltingarenzim inn í og vefja upp í svona böggul, sko, bara svona take home meal, sko, og þá fara þær og stela því. Og þannig að við erum að skoða, sko, eitt verkefni snýst það að skoða sem sagt þetta eru oft kannski 10, 20, 30 litla kóngulær sem inni í svona einum vef. Og þegar við vorum hann að síðast í Madagaskar þá sem sagt stúdurum við þetta kerfi og við fundum 9 tegundir af þessum stelsjúku kóngulám. Þær voru allar nýjar fyrir vísindi. Og við erum svona að rannsaka fyrsta lagi það, svona hvernig samsetningin, hvað þetta margar tegundir og svoleiðis. Og núna er hópur að fara að skoða svona dálítið svona atferðlislega séð. Þarna eru kannski nokkra tegundir af þessum stelsjúku kóngulám inn í einum vef. Hvernig nálgast þær hvor aðra, einhver samkeppni, þær að berjast og sumar af þessum kóngulám lifa allt sitt líf þarna, sko. Þannig að þarna bæði kalldýr og kvendýr og kalldýrin að berjast kvendýrin og þú veist, þannig að það alls konar hlutar að gerast þarna inn í einum kóngulóvef sem mjög spennandi, sko. En bara þetta, við erum þarna, sko, eina viku og einhverjum pínulitlum stað í Madagaskar og bara 9 tegundir, allt nýtt, þú veist, og við lýstum öllum þessum tegundum. Og það mjög spennandi, sko, bara, þú veist, þessi uppgötvun að sjá eitthvað, þú veist, þau átta sig ekki á því þegar þau sjá þetta, það enginn hort á þetta áður. Magna. Og þetta allar þessar tegundir, þetta allt nýtt. Það veit enginn hvað þetta að gera. Við þurfum að gefa þessu nafn, við þurfum að lýsa þessu og allt þetta, sko, veist, það svo frábæra við líffræðina í hitabeltinu finnst mér að, þú veist, fjölbreytileikinn er mikið og það svo stór hluta þessu sem bara óuppgötvaður. Það enginn annarkvort séðdaður eða pælt í þessu áður. Þetta svo heillandi. En sko þarf maður ekki að vera maður má ekki vera neinn kveif. Þessar aðstæður eru svolítið svona snúnar, eða ekki? Liggið ekki bara á jörðinni í einhverjum tjöldum og Já, það svona, nei, reyndar ekki, sko. Þegar við vorum hérna fyrst, þá vorum við í svona kofa-hóteli, sko. Og þannig að, þú veist, það sofið þar með einhverja svona viftu, ekki loftkælingu og það náttúrulega flugur, moskítóflugur og alls konar kóngulær og annað inn í húsnæðinu og svona og svo bara farið út í skó og þannig að það var svona dálítið, þetta erfiðar aðstæður, það krefjandi, þú ert ekki með svona nútíma þægindi og það mikil vinna út í skói og þú ert að leggja mikið á þig og þú veist, það náttúrulega þetta regnskógur, það rignir mikið og þú ert blautur og það langur vinnudagur og svo framvegis. Þetta ekki auðvelt. Nei, þetta ekki auðvelt. Ekki fyrir hvert sem er. Nei, ekki fyrir hvert sem er. Og en núna erum við reyndar á rannsóknarstöð, þannig að þú veist, aðstæðurnar þar eru mjög góðar. En þetta erfið vinna. Og þessi krakkar, sko, hafa ekki reynt þetta áður. Þau hefur kannski gert feltun á Íslandi og það alltaf svolítið erfitt að vera felt í líffræðinni, sko, það alls konar veður og svo framvegis. En þetta mjög stórt stökk út úr þægindarammanum sem við flest erum með. Já. Og þú ert þarna út í skógi kannski stundum á nóttinni, þú veist, þú ert með ljós á hausnum, þú sérð alls konar hluti sem aldrei séður. Þú veist, það eru moskítóflugur út allt að bíta þig, sjúga blóð. Svo eru líka blóðsugur sem að skríða upp á löppunar á þér. Og þú ert að reyna að, þú veist, framkvæma einhverja vinnu þarna, einhverju marga klukkutíma og það heitt og það rakt og þú veist, þannig að þetta álag og svo náttúrulega fá allir í magan og þú veist, þannig að þetta ekki svona ferð til að fara í sem að hugsa í mér eftir að líða svo rosalega vel. Nei. Það ekki málið, þegar það finnast annarkvort mjög gaman eða bara hræðilegt, sko. En þetta ekki lúxusferðan eitt nátt, sko. En þetta náttúrulega krakkar sem völdur líffræðina af einhverju ástríðu. Einmitt. Og svona fyrir sjálfa þig sérðu alltaf færri og færri galla við þessar ferðir. Verður alltaf rútineraðir og rútineraðir. Já, ég meina þarna líður mér best, sko. Þið líður best sko, mér finnst orðið svo rosalega leiðilegt að ferðast. Það að segja
ferðalagi sjálft, þú veist, fara út á flugvöll, vera í flugvél og flugvöllum í, þú veist, núna á ég eftir að verða þarna 24 tíma leiðinni, sko. Það er alveg óþolandi. En þegar ég kom inn í Rexco, þá líður mér vel, sko. Og gætirðu bara búið þarna? Já, ég er svona í alvöru að spá í að þegar ég fer á eftirlaun að flytja bara til Madagaskar og búa einhversstaðar inn í skógi, sko. Magna, en hvað er það við Madagaskar sem að gerir þessa eyju að svona frjóum rannsóknar vettvangi? Já, þetta er bara, lífríkið er svo rosalega sérstakt, sko. Ég farið út allan heim og það er hægt að sjá margt mjög spennandi mjög víða, en þessi eyja er sérstök, sko. Þetta var hluti af Afríku, þessi eyja, með tektonískum, þú veist hvað heita tectonic plates, að þá brotnar þetta frá Afríku, sko, fyrir svona 100 milljónum ára. Og í 100 milljónum ára er þessi risastóra eyja, 600 stærri en Ísland, búin að vera langt út í hafi og þar hefur þróast bara líf sem er hvergi annars staðar. Þannig að allt sem er til á Madagaskar, það er hvergi annars staðar. Þarna eru, þú veist, lemurar, þú veist, fjöldi tegundar lemurar, þeir eru hvergi annars staðar í heiminum. Og það er sama á við allt sem þú sér, þetta er hvergi annars staðar til. Þannig að bæði er fjölbreytileiki mikill og það er allt svo sérstakt, það er allt sem er bara þar og hvergi annars staðar í heiminum. Og svo er bara, þú veist, ég kann mjög vel við, þú veist, kúltúrin, fólkið, mér finnst þetta allt saman mjög heillandi. En frá líffræðilegu svona sjónarmiði þá er þetta þessi sérstæða, það sem að kalla innlendar tegundir eða endemismi. Þú veist, það er allt sem er þarna, er bara þarna. Og þetta er svo lítið rannsakað þannig að þú veist, það er svo mikið eftir að uppgöta. Þannig að mér finnst þetta bara algjörlega heillandi, sko. Myndi velja þetta yfir önnur lönd, sko, sem að ég hef komið til. Já, ég sagði þér einmitt fyrir þáttinn að ég hef komið hann í tvígang til eyju Mauritius sem er ekkert rosalega langt frá Madagaskar og getur sko hinn venjulegi ferðamaður alveg kynnst ósnortinni náttúru Madagaskar í dag eða halda þeir þessu svolítið svona frá ferðamönnum? Nei, það er endar einhverjur íslenska ferðaskrifstofur sem eru farnar að gera þetta á Madagaskar, sko. En hvað þú kallar ósnorta náttúru, það er náttúrulega dálítið opið að túlka það. En það er ekkert mjög erfitt að fara til Madagaskar og komast á staði þar sem að þú sérð rosalega fallegan skóg, þú sérð lemúra sem eru náttúrulega mannabar, mjög fallegir sem að þú getur nálgast tölvöld mikið, það er engin stórir afræningar á rándýr á eyjunni, þannig að þessi dýr eru ekki hrædd við neitt, vegna þess að þau eru ekki vön að þurfa að verja sig fyrir stórum dýrum sem eru að reyna að drepa þau. Þannig að þú getur í sumum tilfellum labba alveg upp að einhverjum lemur sem bara gerir eitthvað og hann kannski fer að horfa á þig og þú getur svona nánast sagt hæ og og þarna eru kameljón, svona þessar stóru, sko, eðlulegu kvikindi með augu sem að snúast í allar áttir og oft mjög litrík og eitthvað svona og þú sér þetta og þú getur labba alveg upp að þessu, það er engin hræðsla og þetta er rauninni, já, þú getur farið sem ferðamaður og komist í þessa náttúru og séð þessa hluti frekar öðlega, en þetta er náttúrulega langt í burtu, þetta er dýrt og svo en ég held að það eru mjög fáir sem velja sér Madagaskar sem stað. Ég veit, sko, Íslendingar held ég oft þegar að hugsa sér til heitari landa að vilja bara komast í sól og þægindi. Og sem fæst skordýr. Já, einmitt, þannig að það er ekki að leita þessu. Og það er eiginlega samhengi, sko, milli því fleiri skordýr, því meira áhugavert lífríki, sko. En þetta er kannski ekkert fyrir alla Íslendinga að skoða þetta. Sennilega ekki. En það er hægt. Það er rosa gaman að ræða þessi mál við engi og þetta er svo heillandi heimur. Svona kannski rétt bara í lokin, ef við höfum það sem loka spurningu. Eru allar þessar rannsóknir sem þú hefur tekið þátt í og þessi verkefni sem þú ert að setja nemenduðinu fyrir, kennir þetta okkur eitthvað okkur sjálf? Já, sko, þetta er náttúrulega dálítið stór spurning að henda svona í lokin. Við erum náttúrulega bara partur af lífríkinu. Við erum eins og lemurar bara mannabar.
Þannig að þú lærir það sem þú lærir í líffræðinni og lífverur á mjög mikið við þig sjálfan eða sjálfa vegna þess að þú deilir eiginleikum náttúrulega með öllum tegundum í dýraríkinu. Og en sko það erfitt að svara þessari spurningu, sko. Ég hugsa svona ákveðin hátt að þá lærir maður af því að maður hefur margt sameiginlegt með dýrunum. Já. En fyrir mér þetta svona, þú veist, það erfitt að spá fyrir hver tilgangur lífsins og allt það, stóra spurningar. Ég svona finn einhverja svona ró og svona ánægju bara, þú veist, svona sætt við lífið að sjá allan þennan, þú veist, fjölbreytileika í lífríkinu. Já. Og svona samspilið og og þetta gefur mér svona hugarró. Já. Og ég veit ekki hvort þú veist, ég að læra mikið sjálf með, en ég finn rosalega mikla svona fullnægju í mínu lífi með því að vera út í náttúrunni og stúdera lífverur og sjá hvernig svona náttúran spilar saman og svoleiðis. Já. Og ég nú svona svolítið skrítinni sem ég finnst sko fólk náttúrulega, við erum að eyðileggja rosalega mikið á þessari plánetu. Hryllingur. Fara illa með hana. Hryllingur. Og þú veist, ég veit að einhverjum tíma að þá eigum við eftir að hverfa af þessari jörð, hvort sem við útrunum sjálfum okkur eða ekki. Og þróunin tekur bara við eftir og þessi jörð á eftir að blómstra gjörsamlega aftur. Án okkar. Þú veist að við erum eftir að hverfa á þessari. Já, það held ég sjálfur ljóst. Hvort sem það eru við sjálf sem að stöðum. Já, við bara, það stefnir bara þangað og það kemur að því fyrir síðar, alla tegundir hverfa. Tegundir endast oft ekki nema einhverja milljónir ára, sko. Og allt sem við erum að eyðileggja, þú veist, þróunin sér til þess að þetta kemur allt saman aftur, þannig að þegar við erum horfin, þá á þessi jörð eftir að blómstra aftur og mér finnst það vera svona jákvæð tilhugsun, sko. Okay. Þetta nefnilega rosalega áhugavert að þú skulle segja þetta því að stundum hefur fengið fólk að þessu rauðaborði sem að segja að það sé heimspekileg hugsun að heimurinn sé ekki til neins nema maðurinn sé þar. Já. Fyrir okkur, mennina. Mér finnst þetta svo ótrúlega sjálfsælsk hugsun og þetta svo miðlæg hugsun, sko, við erum miðpunturinn í alheiminum. Mikið fásina. Já, þér finnst það fásina. Já, við erum pínulítill sólkerfi, einhver pínulítill jörð í alheimi sem með trilljónir af sólkerfum og stjörnukerfum og sennilega líf út allt. Og við ætlum að setja okkur á jörð í einhvern miðpunkt í alheiminum. Pældi stærðin á alheiminum. Já. Við erum svona eitthvað svona lítið sandkorn einhvers staðar út í horni, sko. Ég mjög svona, mér finnst þessi hugsun vera svo setja okkur á svo háan stall, þú veist, að við séum eitthvað, ég skil ekki það heimspeki, sko. Og kannski það þessi hroki því að ef við skilir rétt þá ertu að tala að þetta endurspegli algjöran skort á auðmýkt, sko. Já, mér finnst það. Já, að kannski það þessi hroki sem að sko leiðir til þess að við eyðileggjum eins hratt og eins mikið eins og raun ber vitni. Við leifum okkur það. Þú veist, það þarf allt fyrir okkur að gera. Já, af því við lítum á okkur. Já, sem einhver svona stall. Allt hittir fyrir neðan okkur. Þetta náttúrulega kemur bara, ég veit ekki hvaðan það kemur en náttúrulega, þetta svolítið í guðfræðinni að við erum náttúrulega, þú veist, það sem aðal viðfangsefni Guðs sem okkur bjóð til, sko. Það einmitt guðfræðingar sem tala sumir á þeim nótum sem er nefna. Já. Og það náttúrulega, mér finnst þetta svo mikið hroki og ég tala við fólk sem mjög trúa og þeim finnst ég mjög hrokafullur að segja að ég trúi ekki á Guð. En þannig að, þú veist, það svona fer eftir því ákveðt þetta horfi hver fullar að hroka en þetta kom svona líka, sko, fólk sem telur sig skilja þróunarfræði, það heldur því fram að við séum svona einhverjur lokapunktur, svona hápunktur þróunar, sko, sem náttúrulega líka algjört kjaftæði. Við erum bara á sama stað og allar aðrar tegundir sem eru til í heiminum í dag. Höfum þróast frá einhverjum í billjónir ára, sko. Þannig að ég er miklu hrifnar af því þeirri hugsun að, þú veist, við erum bara og við gerum það sem við gerum fyrir okkur og svo förum við á braut og lífið heldur áfram og blómstrar
eftir okkur sem á undan, sko. Og þú samfærður að það sé til líf út allt? Það bara hlýtur að vera, sko. Já, eiginlega hlýtur að vera. Það óhugsandi annað, en því miður svo langt í burt að við komum sennilega aldrei að því almennilega. Já. Það að því að við getum ekki allavega með nútíma tekni ferðast þessar fjarlæði sem að til þarf, sko. En við vitum að, þú veist, 100.000 pláneta sem að, þú veist, hafa aðstæði sem að myndi vera vanlega til lífs. Já. Bara við það sem við þekkjum. Og þar getur líka verið köngulær? Nei. Ekki? Nei. Köngulær þróist á jörð. Já. Þróunin á sér bara stað einn hatt, einu sinni, sko. Það getur verið eitthvað sem við myndum kalla lífverur sem væri einhvern hátt svipaðar köngular, en köngular eru bara á jörð eins og menn, sko. Já. Og það einmitt svona, þegar maður að horfa á svona geimvísinda fantasíur, sko. Þú ert að koma einhvers staðar út á einhverju plánutu út í alheimi og þar sem líf. Og þú veist að þá bara sérðu bara froskar og bara plöntur, veist. Það er ekki hægt, sko. Nema þú hefur bara fært þar á milli, sko. Ef það þróast líf einhvers staðar annars staðar, þá er það náttúrulega bara sitt eigið einhver allt annað þráður, sko. Allt annað saga. Heyrðu, þetta er heillandi umræða og gaman að yfirfærina einhverju leyti yfir á hugmyndir okkar mannana okkar eigin heim. Má ég kannski hafa aftur samband við þegar þú ert komin aftur tilbaka frá Íslandi einhvern tímann í haust eftir Madagaskarferðina og þá segir okkur svona aðeins frá því hvernig gekk. Hvernig þetta fór og hvort að ég komst með alla krakkana heim. Já, því þetta er náttúrulega öryggistáttur líka, er það ekki? Jú, og þeir segja, sko, það má vera svona 10% afföll, sko. Þannig ég fer með 35, ég þarf að koma með svona cirka 33 tilbaka, sko, þá er það success. En svo verður náttúrulega að vara mig við, ætlar að vera svona rosalega heimspekilegur, þá þarf ég eiginlega, sko, að fá að hugsa eitthvað. Sko, maður veit aldrei hvernig maður verður. Nei. Það er galdur samræðunar, Ingi, að þú veist aldrei hvað gerist þegar einhverju tveir koma saman og byrja að spjalla. Það er alveg rétt. Og þá verður til eitthvað sem að félagsfræðingar margir segja sé stærra heldur en summan af okkur tveimur. Já, alveg örugglega. Ertu sammála því? Já, alveg örugglega. Já, það er náttúrulega. Þannig að mér bara finnst yfir höfuð rosalega erfitt að skipuleggja sumir sem ég byrði að koma í viðtöl. Þeir vilja bara fá spurningalistan allan. Já, hvað ætlar að ræða? Ég svara alltaf, ég veit ekkert hvað það er að fara að gerast. En nú er ég búinn að þekkja þig örugglega 30 ára og við höfum aldrei talað köngulær. Nei. Og það er bara stutt sín ég vissi að þetta væri þitt lífbrauð. Og stöðu mannfólks, sko. Nei, einmitt, við höfum verið að ræða eitthvað annað. Sem okkur hefur fundið skipta meira máli. Veika 2. Ása, konga, drotning, gosa 10, alveg niður í 7. Já. Af því að þú veist ekkert hvað ég ger að tala um, þá erum við semst báðir bridgespilarar og höfum kynst á þeim vettvangi. En já, það er bara hreinlega stutt síðan Ingi minn að ég vissi þitt rannsóknarlíf og ég er glaður að hafa komist að því að það er búið að vera gaman að spjalla við þig og ég vona að hlustendum áhorfendum hafi þótt að einnig. Ég heyri aftur í þér þegar þú kemur frá Madagaskar. Já, bara takk fyrir spjallið og bara mjög gaman. Kærar þakkir, gangi þér vel. Takk. Og við höfum ekki alveg sagt okkar síðasta orð, ekki fara langt. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.